dag ætlum við að fjalla eitt af því sem hefur mest áhrif á fjárhag fólks til lengri tíma að taka lán. Flestir munu einhvern tíma á lífsleiðinni taka lán, hvort sem til að kaupa húsnæði, bíl eða fjármagna nám. Þess vegna mjög mikilvægt að skilja hvernig lán virka og hvaða afleiðingar þau geta haft. En hvað lán í raun og veru? Lán þegar einstaklingur eða fyrirtæki fær pening lánaðan frá banka eða annarri lánstofnun með því skilyrði að greiða upphæðina tilbaka síðar. Hins vegar ekki nóg að borga bara upp upphæðina sem var fengin að láni, heldur þarf einnig að greiða vexti. Vextir í raun kostnaðurinn við það að fá að nota pening sem tilheyrir einhverjum öðrum. Til að skilja þetta betur má taka einfalt dæmi. Ef einstaklingur fær lánaðar 1 milljón króna frá banka, þá þarf hann ekki að greiða þessa milljón tilbaka, heldur einnig ákveðna prósentu ofan á, sem kallast vextir. Þessi upphæð getur með tímanum orðið mjög há, sérstaklega á láni til langs tíma. Vextir skipta því miklu máli þegar kemur að lánum. Það eru 2 megintegundir lána, fastir vextir og breytilegir vextir. Fastir vextir þýða að vextirnir breytast ekki á lánstímanum og það gefur lántaka meiri öryggi, því hann veit nákvæmlega hversu mikið hann þarf að borga í hverju mánuði. Breytilegir vextir geta hins vegar breyst með tímanum, til dæmis ef stýrivextir hækka eða lækka. Það getur þýtt að greiðslubyrðin eykst eða minnkar sem getur haft mikil áhrif á fjárhag fólks. Á Íslandi hafa vextir oft verið tiltölulega háir, sérstaklega á tímum þegar verðbólga mikil. Verðbólga þegar verðlag hækkar almennt í samfélaginu sem þýðir að peningarnir verða minna virði. Þetta hefur beint áhrif á lán, sérstaklega ef þau eru verðtryggð. Verðtryggt lán þannig að höfuðstóllinn, það upphaflega upphæðin sem var tekin að láni, hækkar í takt við verðbólgu. Þetta þýðir að jafnvel þó að einstaklingur sé reglulega að greiða af láninu sínu getur heildarskuldir samt hækkað. Þetta getur komið mörgum á óvart og ein af ástæðum fyrir því að mikilvægt að skilja vel hvernig lán virka áður en þau eru tekin. Það eru til margar tegundir lána og hver þeirra þjónar mismunandi tilgangi. Húsnæðislán til dæmis notaðar til að kaupa húsnæði og eru oft stærstu lán sem fólk tekur ævinni. Þau eru yfirleitt til mjög langs tíma, jafnvel 20-40 ár. Bílalán eru yfirleitt minni og til skemmri tíma, en samt getur það haft áhrif á mánaðarleg útgjöld. Námslán eru oft notaðar til að fjármagna nám og eru oft með hagstæðari kjörum, til dæmis lægri vöxtum eða sveignari endurgreiðslur. Þegar kemur á því að greiða lán einnig mismunandi leiðir. Ein þeirra að greiða með jöfnum afborgunum, þá greiðir lántaki sama hluta höfuðstöl í hvert skipti en vextirnir lækkar smá saman þegar skuldirnar minnka. Hin leiðin líka að greiða með jöfnum afborgunum nema fastir vextir, þá fara greiðslurnar hækkandi í takt við þróun verðbólgu þar sem að verðtrygging. Þá þarf að endurreikna höfuðstól ár hvert. Þetta þýðir að á fyrstu ári láns einstaklingur að mesta leyti að borga vexti en ekki að lækka skuldina sína mikið. Þetta mikilvægt að skilja, sérstaklega þegar fólk að taka stór lán til langs tíma. Til að sjá þetta skýrar má taka dæmi. Ef einstaklingur tekur 5 milljón króna lán með vöxtum til nokkur ára getur hann enda með því að borga mun meira en 5 milljónir tilbaka. Í sumum tilfellum getur heildargreiðslan orðið 2-föld upphæðin sem var upphaflega tekin að láni. Þetta sýnir hversu miklu máli vextir og lánskjör skipta. Þess vegna mjög mikilvægt að bera saman mismunandi lán áður en ákvörðun tekin. Það þarf að skoða vexti, lánstíma, hvort lánið sé verðtryggt eða ekki og hvaða greiðslumóti henta best. Einnig mikilvægt til langs tíma að hugsa og spurja sig hvort maður muni ráða við greiðslunar ef aðstæður breytast, til dæmis ef vextir hækka. Undanfarin ár hefur verið mikil umræða á Íslandi vexti, lán, sérstaklega í tengslu við hækkandi verðbólgu. Margir hafa lent í því að greiðslubyrði lána hefur hækkað mikið á stuttum tíma sem hefur haft áhrif á lífskjör fólks. Þetta sýnir að lán ekki bara einföld lausn, heldur getur þau haft bæði jákvæðar og neikvæðar afleiðingar. Að lokum mikilvægt að átta sig á því að lán eru ábyrgð. Þau geta hjálpa fólki að ná markmiðum sínum eins og að eignast húsnæði eða menntun, en þau geta líka valdið fjárhagslegum erfiðleikum ef þau eru ekki notuð skynsamlega. Þess vegna lykilatriði að vera vel upplýstur, taka meðvitaðar ákvarðanir og skilja alla þætti lánsins áður en það tekið. Með því hægt að forðast óþarfa áhættu og byggja upp heilbrigðan fjárhag til framtíðar.